Sumir líta á Biblíuna aðeins sem sögu eða goðafræði Ísraels. Hins vegar Biblían elsta bók í heimi, skrifuð á mismunandi tímum af tugum manna í mismunandi störfum og á mismunandi aldri yfir 1600 ára tímabil. Það sem kemur enn meira á óvart að allt sem skrifað var yfir 1600 ár tengist sem spádómur og uppfylling. Við skulum skoða spádóminn Kýrus konung og uppfyllingu hans í frásögnum Biblíunnar. Kýrus konungur var stofnandi Persaveldis og landvinningamaður Austurlanda. Við skulum skoða hans mikla afrek sem skráð í Biblíunni. Svo segir Kýrus Persakonungur: Drottinn, Guð himinsins, hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Hvers vegna lofaði Kýrus, konungur Persíu, Guð Ísraels og lét Ísraelsmenn lausa? Kýrus konungur sá nafn sitt skráð í Jesajabók, sem var skrifuð 170 árum áður. Áður en hann leysti Ísraelsmenn úr ánauð. Svo segir Drottinn við sinn smurða, Kýrus, sem ég hef tekið í hægri höndina á til að leggja undir hann þjóðir. Gefa þér hulda fjársjóði og falin auðæfi svo að þú skiljir að ég Drottinn sem kalla þig með nafni, ég Guð Ísraels. Kýrus konungur áttaði sig á því að Guð hafði hjálpað honum að leggja Babýlon undir sig og lét Ísraelsmenn lausa eins og spáð var í Biblíunni. Fyrir vikið hefur Kýrus konungur enn verið lofaður sem forn þjóðhöfðingi sem leysti þræla og viðurkenndi réttinn til trúfrelsis. Biblían spáði einnig fyrir fæðingu Jesú sem barns 700 árum áður en hann kom til jarðar. Yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanúel. Samkvæmt þessum spádómi fæddist Guð sem Jesús í gegnum líkama Maríu Meyjar. Þar að auki spáði Biblían í smáatriðum hvernig Jesús myndi þjást. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann. En hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða. Honum var refsað svo að við fengjum frið og fyrir benjar hans urðum við heilbrigðir. Samkvæmt þessum spádómi var Jesús stunginn með spjóti og barinn með svipum. Þótt spádómar Biblíunnar hafi ekki verið skilnir af fólki þegar þeir voru skrifaðir niður, hafa þeir allir ræst. Biblían varar okkur við að fyrirlíta spádóma. Það vegna þess að við getum ekki hlotið frelsun ef við fyrirlítum spádóma Biblíunnar. Eins og margir spádómar hafa ræst nákvæmlega eins og þeir voru skrifaðir, munu þeir spádómar sem eftir eru allir rætast án undantekninga. Þá verða landskjálftar miklir og drepsóttir og hungur á ýmsum stöðum en ógnir og tákn mikil á himni. Biblían segir okkur að við verðum að flýja til sjónar til að frelsast þegar síðasta mikla hörmungin og eyðileggingin kemur. Safnist saman, reisið hermerki til sjónar. Flýið, tefjið ekki. Því að ég sendi mikið böl úr norðri, tortímingu. Síón, þar sem hátíðir Guðs eru haldnar, athvarf og hjálpræði sem Guð hefur lofað okkur. Heimstrúboðsfélag Kirkju Guðs eina kirkjan í heiminum sem heldur hátíðir Guðs samkvæmt kenningum Biblíunnar. Það Síón.
Ástæðan fyrir því að kirkja Guðs verður griðastaður og hjálpræði sú að Guð sjálfur býr þar í holdi og kennir fólki sínu sannleika. Sérhver spádómur Biblíunnar hlýtur að rætast án undantekninga. Trúðu skilyrðislaust á spádóma Biblíunnar og meðtaktu blessun hjálpræðisins í kirkju Guðs sem heldur hátíðir Guðs.